Já, komið þið sæl. Þá held ég við getum hafið þetta. Verið velkomin á þennan kynningarfund uppbyggingarsjóð Suðurlands og næsta umsóknarferli sjóðsins. Ég heiti Þórður Freyr Sigurðsson og sviðsstjóri þróunarsviðs hjá Samtökum sunnlenskra sveitarfélaga sem við köllum SAS í daglegu tali. Markmiðið með þessum kynningarfundi að leiðbeina ykkur inn í ferli við gerð umsókna í sjóðinn. Verður ekki svona tæmandi yfirferð sjóðinn eða reglurnar en okkur langar að gefa ykkur svona helstu upplýsingar, nokkra góða punkta og benda ykkur á hvar frekari upplýsingar og aðstoð að finna. Kannski vek athygli á því að þið finnið ekki hnappinn núna og eruð að leita hann, við munum opna fyrir umsóknir í beinu framhaldi af fundi. Já, markmiðið með þessum fundi einnig bara að vekja athygli ykkar á sjóðnum. Einhverjir ykkar þekkja sjálfsagt til hans og aðrir koma nýir að. Það þannig þegar maður er komin með hugmynd eða tillögu verkefni að þá ratar fólk nú oftast til okkar. Það kannski kynnast þessu fyrsta skipti. Við viljum líka bara til svona gera ykkur betur grein fyrir því hvort að ykkar verkefni í erindi í sjóðinn og svona hvað þurfi til að móta gott verkefni, góða umsókn og hvernig við getum sem mest og best aðstoða ykkur í ferlinu. Fundurinn tekinn upp þannig að við getum haft þann möguleika á að deila honum með fleirum í framhaldi. Þykjum það glöð að fá spurningar frá okkur en viljum þá beina ykkur á að setja þær bara jafnóðum inn á spjallið og við getum þá farið yfir þær í lokin. Við byrjum á bara sjóðnum, uppbyggingarsjóðurinn, hvers konar sjóður þetta, hvernig verkefni styrkir sjóðurinn og hvað þarf til að hljóta styrk úr sjóðnum. Uppbyggingarsjóður Suðurlands hluti af sóknaráætlun Suðurlands sem stefnumörkun landshlutans í byggðamálum og á ábyrgð og umsjón Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga og þar eru markmiðin í sjóðnum sprottin og úthlutunarreglur mótaðar utan það. Sjóðurinn þannig svona eitt þeirra verkfæra sem við höfum hérna á Suðurlandi til að ná fram okkar markmiðum í atvinnuþróun, nýsköpun og menningarmálum. Og mikilvægt að gera sér grein fyrir því hver markmið sjóðsins eru því að umsóknir þurfa að falla að markmiðunum. Þannig þetta nú með alla sjóði. Umsóknarfrestir eru tvisvar á ári, með 2 úthlutanir yfir árið og næsti umsóknarfrestur til klukkan 16:00 þriðjudaginn 1. mars. Þannig að það eftir nákvæmlega 1 mánuð sem að umsóknarfrestur rennur út. Og eins og ég segi, opnum núna í beinu framhaldi af fundinum. Og meira að segja komin hérna með dagsetningu á síðari úthlutun ársins og það verður í 4. október. Uppbyggingarsjóðurinn skiptist í 2 flokka, atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni annars vegar og menningarverkefni hins vegar. Menningarverkefnin og geta verið mjög fjölbreytt, ýmiss konar sýningar, listviðburðir eða menningartengt verkefni og það er svona það sem einkennir þau verkefni umfram önnur að það eitthvað nýtt.
það einhver fjölbreytni sem að sjóðurinn að stuðla að. Og þetta samkeppnissjóður og á mannamáli þýðir það að sjóðurinn metur sérhvert verkefni, gefur því einkunn og þau verkefni í hverri úthlutun sem hljóta hæstu einkunnir veittur styrkur. Að því gefnu að þau uppfylli formkröfur sem eru bara úthlutunarreglurnar. Þannig að ef að verkefni uppfyllir úthlutunarreglurnar, þá á það möguleika. Og hér sjáum við markmið í rauninni atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefna. En styrkveitingasjóðsins eru verkefna styrkir og verkefnastyrkir eru eins og nafnið ber með sér styrkir til verkefna en ekki til dæmis rekstrar. Eðli verkefna er að þau hafa upphaf og endi. Sjóðurinn styrkir verkefni til að hámarki 1 árs og því mikilvægt fyrir ykkur að skilgreina verkefni eða verkþátt sem þið teljið ykkur geta lokið innan 12 mánaða tímabils frá úthlutun. Ef verkefni mun ekki hefjast strax eða teygja sig yfir lengri tíma, þá eru 2 möguleikar. Sækjum í næstu úthlutun frekar eða að ef þið teljið ykkur geta útfært ákveðin verkþátt sem að þið sækið og rúmast á innan þessara 12 mánaða. Brjóta verkefni niður yfir smærri verkþætti. Það getur oft verið mjög árangursríkt, bæði þannig að verkefnin séu hnitmiðaðri og þá á sama tíma gera þau oft verkefnin raunhæfari. Það er líka það sem er verið að leita eftir. En umsóknir þurfa að berast eða vera skilað inn, eins og ég segi, fyrir klukkan 16:00 þann 1. mars og með þeim fylgigögnum eða skjölum sem þið viljið að fylgi með og vil taka það fram að það er ekki hægt að senda viðbótargögn eftir á eða óska eftir fresti. Þetta samræmt umsóknarkerfi fyrir alla landshluta. Það lokar á þessum tímapunkti og umsóknir í vinnslu teljast ekki innsendar. Einungis umsóknir sem eru að fullu útfylltar og innsendar. Hér sjáum við matsþættina og sem sagt atvinnuþróun og nýsköpun. Það eru þessi 2 matsþættir ásamt þessum 3 þarna fyrir neðan og saman með menninguna þessir 2 matsþættir og svo þessir 3 sem eru sameiginlegir með báðum flokkum. Svona nokkrir mikilvægir þættir í úthlutunarreglunum. Reglurnar eru það mikilvægasta fyrir ykkur til að hafa í huga. Mælum eindregið með að þið lesa þær yfir, hafið það til hliðsjónar þegar þið vinnið að umsókn og svona ákveðin atriði sem að nefna sérstaklega að ef þið eigið ólokið verkefni sem styrkt hefur verið á sjóðnum, þá er ekki hægt að sækja styrk vegna nýs verkefnis nema að hafa að minnsta kosti skilað áfangaskýrslu í fyrra verkefni. Þannig að ef þetta á við ykkur, endilega setja ykkur í samband við ráðgjafa og ræðum lúkningu á eldra verkefni ef þið eru í einhverjum vafa. Við viljum gera til að þið séu ekki útilokuð vegna einhverja formkrafna. Við finnum lausnir á því. Með nýjum úthlutunarreglum sem voru kynntar nú áramótin, taka nú í gildi í fyrsta skipti í þessari úthlutun. Sem sagt, það hafa verið gerðar nokkrar breytingar fyrir ykkur sem hafi þekkið til sjóðsins og hafi sótt áður. Í dag krefur sjóðurinn ykkur ekki mótframlag. Þannig að áður var það þannig að það var möguleiki á 50% styrk af heildarkostnaði verkefnis.
Sem sagt, þið ekki krafin mótframlag. Hins vegar mikilvægt að þið gerir grein fyrir heildarkostnaði verkefnisins að sjálfsögðu og hvernig þið ætlið að fjármagna það með styrkveitingunni og ef öðrum framlögum svo sem eigin framlagi. Og hafið í huga að kostnaði verkefnið sé styrkhæfur kostnaður og þá mikilvægt að hafa úthlutunarreglurnar til hliðsjónar. Eins og ég segi, sjóðurinn styrkir ekki rekstur, fasteignir eða tækjabúnað. Þetta eru verkefnastyrkir og þá einungis átt við kostnað sem verkefninu nauðsynlegt. Einu frávikið frá þessari upptalningu sérhæfður búnaður til vöruþróunar og þá mikilvægt að rökstyðja það sérstaklega. Framlag ykkar getur skipt máli sem dæmi út frá mati á forsendum og útfærslu verkefnis. Ef þið stólið alfarið á fjármögnun sjóðsins, þá kann það kannski ekki góður lukka stýra, en mótframlag ykkar þarf þá ekki að felast í fjármagni einu og sér. Það getur verið vinnuframlag. Ykkar eigið vinnuframlag miðast þá við 4.700 krónur á hverja klukkustund og þannig að ykkar vinna getur því bæði verið hluti af heildarkostnaði verkefnisins og hluti af fjármögnun þess af ykkar hálfu. Ef þið í einhverjum vafa hvort að ykkar verkefni betur heima í flokki atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefna eða í flokki menningarverkefna, þá má lýsa mununum með frekar einföldum hætti, þar sem að atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni eru verkefni sem að miða að sjálfbærum rekstri í náinni framtíð. Það rekstri sem ætlað að standa undir sér. Þá ekki við flest menningarverkefni. Þeim fyrst og fremst ætlað að vinna að þeim markmiðum að efla menningarstarfsemi og nýsköpun, óháð rekstri. Í flestum tilfellum þetta augljóst, en ef þið í einhverjum vafa, þá mæli ég með samtali við ráðgjafa á okkar vegum. Hvað einkennir svo góða umsókn? Það náttúrulega hægt að stúdera þetta fram og tilbaka og sækja námskeið eða fyrir þetta. En ef ég svona tipla á nokkrum atriðum, þá þetta verkefni vel skilgreint. Það getur verið að ykkar hugmyndir séu svona stórar, veigamiklar og þá á ég kannski sérstaklega við sumar hugmyndir atvinnuþróunar og nýsköpunarverkefni sem geta átt til að vera svolítið margþættar og ná til langs tíma og í umsókn skiptir máli að fjalla hvernig fjármagninu verður varið ef styrkveiting fæst. Það verkefnið og verkþættirnir sem þarf að lýsa. Verkefni hafa upphaf og endi, eru innan þessar 12 mánaða tímabils og allir kostnaðarliðir tengjast verkefninu beint. Ef það eru kostnaðarliðir innan í umsögnum sem eru til dæmis ekki styrkhæfir, samkvæmt úthlutunarreglum, þá þið sjálfkrafa að minnka líkur á fullri styrkveitingu og svona óbeint í rauninni að veikja umsóknina. Það þarf að vera skýrt í hugum þess sem að lesi yfir verkefnið að það eigi sannarlega heima í sjónum. En ef þið teljið nauðsynlegt að gefa frekari mynd af heildarhugmyndinni eða framtíðarsýn eða eitthvað svona sem að liggur utan við verkefni sjálf, reynið þá að afmarka það í texta eða með frekari lýsingu meðfylgjandi. Síðan þetta með upplýsingar í umsóknum. Umsókn stendur ein og sér. Það ykkar að afmarka verkefnið og draga fram mikilvægustu upplýsingarnar það.
Það ekki nóg að vísa í heimasíðu eða fylgiskjöl, þó að geti bætt umsóknina og gefið frekari upplýsingar. En verkefnið og umsóknin stendur og fellur með þeim upplýsingum sem framkoma í umsókninni. Þannig að verið skýr með þetta. Síðan þetta umsókn á réttum stað. Sjóðir, þeir geta ekki aðlaga sig að ólíkum verkefnum. Það ykkar að aðlaga verkefni að viðkomandi sjóði. Ef það yfir höfuð mögulegt og hvort ykkar verkefni við þennan sjóð, þetta fyrsta spurningin sem þið þurfið að spyrja ykkur að. Ráðgjafar á vegum SAS eru líka tilbúnir í það samtal og geta þá leiðbeint ykkur og eins með aðra mögulega sjóði eða fjármögnunarleiðir. En vinna að umsókn í einn sjóð vinna sem getur skilað sér og nýst í sókn í aðra sjóði. Þó þetta alltaf spurning að aðlaga verkefnið að viðkomandi sjóði. Það getur bæði falist í því að bara hvaða verkþætti sækið fyrir í þennan sjóð eða svo sem í texta eða framsetningu á verkefni. Hvernig það fellur á markmiðunum. Þannig að hafið það í huga að verkefni sé að tala til sjóðsins. Að fá ráðgjafa á vegum SAS til að lesa yfir, gefa góð ráð hvernig þið getið best svara því í texta mjög mikilvægt. Og þá mæli ég eindregið með að þið nýtið ykkur þjónustu okkar. Það eykur líkur á styrkveitingu. Og svo þetta, að vera tímalega. Svo vísaði nú sjaldnast kveðin. Óvönduð umsókn. Hún ekkert annað en fyrirheit óvandað verkefni í augum þeirra sem að meta verkefni. Eðlilega. Þannig myndu þið líta það sjálf ef þið varuð þeim megin. En hafið það í huga og hvernig þið viljið koma ykkar verkefni á framfæri. Þið þurfið að horfa á það þannig að þið viljið að sú ímyndið ásýnd af umsókninni sé á þann veg að sé að ræða tilbúið verkefni sem að þurfi ekkert annað til en þessa fjármagn. Hvernig sækið þið svo það þetta bara í gegnum vefinn hjá okkur, sas.is og það leiðir ykkur inn á samræmt umsóknarkerfi fyrir alla landshlutina. Það eru uppbyggingarsjóðir í öllum landshlutum. Og þið farið þar inn í gegnum formið, í gegnum samtök suðurlenskra sveitarfélaga og getið einnig nálgast þetta beint á sóknaráætlun.is. Þið skráðu ykkur inn með rafrænum skilríkjum og hafið í huga að umsækjandinn sá sem verður styrkþegi ef kemur til styrkveitingar. Þannig að það mikilvægt bara við hugsum þetta út frá bókhaldi eða öðru. Stundum þetta stofnanir, félög, einstaklingar, spurning hver umsækjandinn, hafið það í huga að hver verður þá á endanum styrkþegi. Og eitt sem verður að taka fram hér að þetta uppbyggingarsjóður Suðurlands og það skilyrði í dag með nýjum úthlutunarreglum að umsækjandi sé með lögheimili á Suðurlandi. Ferli umsókna, það bara nokkuð formfast en einfalt. Umsóknir eru metnar af fagráði og hver úthlutun samþykkt af stjórn SAS. Öllum umsækjendum tilkynnt úthlutun í tölvupósti mánuði eftir að umsóknarfrestur rennur út.
Þannig að þið megið vænta svars mánaðamótin mars-apríl. Ef kemur til úthlutunar þá gerður samningur við styrkþega. Stundum þarf að aðlaga verkefni ef veitt upphæð eitthvað lægri en óskað var eftir. Þá verkáætlun með samningi uppfærð í samráði við ráðgjafa á vegum SAS og auðvitað styrkþega. Engin greiðsla á sér hins vegar stað fyrr en eftir að samningur hefur verið undirritaður og einhverjum áfanga í verkefninu lokið. Þá þetta sent inn áfangaskýrslu sem þá forsenda útgreiðslu. Og fjöldi og skil og áfanga á lokaskýrslum unnið í góðu samráði við styrkþega eftir eðli verkefna. Þið eru núna á svona upphafsstigum með það að umsóknarfrestur sé til 1. mars. Ég mæli þó með því að þið byrjið sem allra fyrst að huga því að móta verkefnið. Það sem það nú góður tími í umsóknarfrestin, en tíminn fljótur að líða, svo við veitum. Mikilvægt að byrja snemma, móta það, velta fyrir sér réttri nálgun á verkefnið. Og eins og ég segi, það mikilvægast að umsókn jafngildi tilbúnu verkefni til fjármögnunar. Og ef þið hafi ekki nú þegar óskað eftir fundi eða verið í sambandi við ráðgjafa á okkar vegum, þá mæli ég með að þið gerið það fyrr en seinna. Ekki hægt að gera ráð fyrir að fá tíma hjá ráðgjafa rétt fyrir umsóknarfrest, sem svona því miður íslenska leiðin. En sá tími bara ekki endilega laus þegar þar kemur, og þannig að hvet ykkur eindregið til að reyna að fá fund með ráðgjafa bara í þessari viku eða næstu til að hefja samtali. Geta þá frekar fengið af því að á stundum þarf kannski 2 fundi til. Þannig að dagana rétt fyrir umsóknarfrest, þá mjög ólíklegt að þið geti fengið svona ítarlegri aðstoð sem þið getur fengið núna á næstu dögum. Við að móta verkefnið, láta lesa yfir og fá góðar ábendingar. Við ráðgjöf sem veitt á vegum SAS veitt af starfsfólki okkar samstarfsstofnana, vítt og breitt landshlutann, og starfsfólk þessara samstarfsstofnana fleiri en hér koma fram. En það ráðgjafi á ykkar nærsvæði sem að þið getið leitað til. Má kannski, nefna að þetta eru í fjölheimum á Selfossi og hér á Hvolsvelli, þekkingarsetrinu í Vestmannaeyjum, Kötlusetri, Kirkjubæjarstofu og Nýheimum og Höfn. Hvort sem að fundir fara fram í gegnum síma, fjarfundi eða með öðru leiðum sem að þið komið ykkur samkomulagi eftir ykkar óskum. Hvers að vænta? Ef við svona horfum tilbaka, úthlutanir síðustu ára og síðustu umsóknarferlum, svona töluvert breytti í styrkveitingum, en svona meðal fjárhæð styrkveitinga liggur einhvers staðar á bilinu 350 til 500.000, þar að segja að meðaltali lægri í menningu en þá fleiri styrkveitingar og meðaltali eitthvað hærri upphæðir í atvinnuþróun og nýsköpunarverkefnum. Þetta eru um 80 milljónir á ári sem að sjóðurinn svona hefur haft umleggis til úthlutunar. Það ein ný úthlutunarregla sem kemur hér inn að hámarksfjárhæð er fastsett nú í 2,5 milljón. Það hafa verið svo sem allra
hæstu styrkveitingar sjóðsins 2 til 2,5 en þær hafa verið svona alveg frá 100.000 krónum í smærri verkefni. Þannig að það svona þokkaleg breytt. Þó við höfum sett hámark styrkveitingu 2,5 milljónir þá það kannski ekki til að endilega að vera eitthvað markmið í sjálfu sér, heldur að horfa fyrst og fremst út frá verkefninu ykkar og hvað raunhæft og nauðsynlegt til að það nái fram að ganga. Já, þetta eru 2 úthlutanir á ári, 80 milljónir, þetta hafa verið 20 milljónir í hvorn flokk í hvorri úthlutun. Árangurshlutfall sjóðsins hefur verið nokkuð gott og verið svona í kringum 50%. Þannig að það eru góðar líkur á að fá styrk úr sjóðunum, svona samanborið við aðra sjóði. Og þeim mun betur sem að þið hlúið að mótun umsóknar. Þeim mun aukast líkurnar á styrkveitingu. Svo næstu skref fyrir ykkur, lesa úthlutunarreglurnar, númer 1, 2 og 3, renna yfir þær og í seinni hlutanum aðeins skiptist þetta upp eftir hvort þetta séu markmið, áherslur og matsþættir í hvorum flokki fyrir sig. Gerið ykkur grein fyrir því hvað grundvallaratriðum hvert markmiðið og síðan þessi matsþættir, hvernig er verkefnið metið og hvernig er ég að svara því í umsókninni í texta. Annað lykilatriði er þetta bara að hefjast handa, byrja á umsókn, byrja að skrifa eitthvað í flesta reiti, byrja að móta þetta og þá það gerist svo margt við að setja hugmyndir og verkefni í texta og sjá það fyrir sig og þá eru þið líka komin að þann stað að geta deilt í með einhverjum og þá sérstaklega ef þið viljið eiga samtal við ráðgjafa sem ég mæli hiklaust með og hvet ykkur til að panta tíma. Svo er það þessi lesaða dagsetning sem að gott að hafa í huga en bíðið ekki þangað til. Á heimasíðunni eru mjög góðar upplýsingar, hvort sem það eru úthlutunarreglur eða aðrar leiðbeiningar okkar í tengslu við sjóðinn, tengslu við gerð góðra umsókna. Á efninu eru einnig ýmis svona annað stoðefni sem að getur gott að leita í og upplýsingar alla tengiliði, ráðgjafa og hægt að panta beint tíma. Þá ætla ég bara að fá að svara einhverjum spurningum og slökkva hérna á að deila skjánum til að sjá hérna spjallboxið. En já, hafði svarað þessari spurningu sem var komin inn varðandi það að lögheimili sé skilyrði. En það er ný regla sjóðnum. En ef þið eruð að vinna verkefni, hafið þið í huga að vinna verkefni inn á svæðinu og eruð ekki búsett hér, að þá mæli ég auðvitað bara með að skoða það möguleika á að vinna það í samstarfi við eitthvað inn á svæðinu. En dugar ekki ef að umsækjandi sé fastráðinn á Suðurlandi? Nei, það er bara lögheimili og engar undantekningar. Já. Ok,
Gott. En eins og í menningarverkefnum að það er hvatt til samstarfs og þá erum að gera að skoða þá möguleika. En þetta var eina spurningin sem var í spjallboxinu en ef að það er einhverjir aðrir með spurningar þá endilega beina þeim á mig. Og svo náttúrulega bara hvet ég ykkur til að fara inn á vefinn og lesa ykkur til. Þetta er ekki flókið. Við erum alltaf að reyna að hugsa hvernig við getum einfaldað hlutina, hvort sem það eru reglurnar eða umsóknar eyðublaðið eða leiðbeiningar. Því að formið á ekki vera hindrun til að vinna að góðum verkefnum. Ertu að skora hærra að þú ert að taka saman nokkra aðila kannski, samstarfs? Ertu með matskvarða sem að það inn? Nei, það tíðkaðist á sínum tíma að við höfum ekki, það er ekki nema bara það hafi áhrif á ásýndina upp á árangur af verkefninu, sko. Sem sagt, þá er ég að vitna í þann matstátt sem sagt hvort að forsendur og útfærsla sé raunhæf. Já, sé ekki á víðtækt. Já. Ok. Þannig að, já, síðan bara, já, held ég get ekkert, spurning hvort ég geti hvatt ykkur enn frekar með ykkur ráðum til að setja ykkur í samband við ráðgjafa. Það er hvort sem það er taka létt spjall eða fá yfirlestur á einhverjum tímapunkti. Og auðvitað getum við gert það þannig að fá einhverja vini og kunningja til að lesa yfir, en það eru verðmæti fólkin í því að leita til ráðgjafa sem að hafa lesið yfir einhverjar hundruði umsókna áður. Það er auðvelt að oftast nær að koma með einhverja góða punkta sem að bæta einhverju við. Skerpa á. En mér heyrist ekki vera fleiri spurningar. Það tekur eiginlega að vera svona skýrt. Eða hvað? Það bara þakka ég fyrir fundinn.